Það sem ég að gera í rauninni að taka þörung sem einangrað var af mýsköpun úr Mývatni og taka það í rauninni á næsta skref inn í framleiðsluferil sem þá í höndum Marimo og sem sagt fara að framleiða þurrvöru af grænþörungum. Hugmyndin upphaflega var í rauninni frá sveitarfélaginu og sem stofnaði í mýsköpun til þess að fara að einangra grænþörunguna og skoða í rauninni breytileikann í þeim með þá að markmiði að finna stofna til þess að fara í framleiðslu. Þörungar eru svo sem mjög margir til, 40.000 tegundir til af þeim. En það sem við erum að horfa á er náttúrulega hreinleiki svæðisins, einangraðan úr vatninu og síðan er hugmyndin að nýta í rauninni jarðvarmann sem er á svæðinu, jafnvel CO2 sem fæst úr borholum á svæðinu, þannig að sem sagt svona vera svolítið sjálfbær á svæðinu, þannig við þurfum ekki mikið að fá aðfengur til okkar. Ég byrjaði að þá var ég náttúrulega bara með þörunginn í tilraunaglasi, fór svona upp í 2 lítra, 5 lítra, en síðan þurfti að fara stærra og þá vantaði búnaðinn, þannig að ég fór í Rúmfó og keypti hérna herðatræga slá og einhverja stangir til þess að geta svona farið að fikta við uppsetninguna á framtíðar verksmiðjum. Þegar maður er búinn að prófa eitthvað á tilraunaskala og ætla svo að fá stórt output, þá hægða hlutininn og sér ekki venjulega eins. Þannig að það þarf að fara í skrefum upp á við og við teljum okkur vera komin í svona þokkalega góða stærð, þannig að við séum rauninni tilbúin með verksmiðju ferli. Það sem við erum að horfa á þegar við sjáum stæðuna hérna, þá erum við með rauninni bara þörunginn í vatni og svona smá æti. Ljósin eru til þess að hann geti ljóstillífað og síðan blásum við koldíoxíði og lofti hérna inn vegna þess að hann nærist á koldíoxíðinu og við þurfum að binda það bil 2,8 kíló af koldíoxíði fyrir hver kíló sem við fáum af þurrmassa, þannig að þetta er mjög umhverfisvæn framleiðsla. Það sem við horfum kannski líka svolítið sérstaklega til er að þetta er svo góð fæðubót, sérstaklega fyrir þá sem eru vegan. Þannig að þið fá þarna í rauninni vítamínin og fjörefnin, ef við getum orðað sem svo, á einum stað í staðinn fyrir að þurfa að taka kannski vítamín, töflur og annað. Þannig að þetta er í rauninni prótein og vítamín og annað í leiðinni.